Frú forseti, takk fyrir þessa góðu umræður sem hafa verið í gangi í dag. En mig langar til þess að benda á að spilling til af tvennum toga. Annars vegar það form spillingar sem var mikið til umræðu fyrir kosningar, þar sem að fólk gerir eitthvað rangt, vísvitandi, í skjóli embættisins eða í skjóli leyndar. Hitt formið snýr að því frumvarpi sem til umræðu í dag og því fjárlagafrumvarpi sem var lagt fram í gær og til umræðu þá. Það form hefur verið kallað stofnanaleg spilling og hún birtist þegar að tilgangi stofnunarinnar spillt. Að stofnunin sjálf nær ekki að sinna hlutverki sínu vegna innri eða ytri áhrifa. Slíkri spillingu ekki neinum tilteknum að kenna, en það skiptir engu síður máli að henni sé upprætt. Fjármunaskortur, víðfeðm undanþágumenning og gallað regluverk leiða til þess að Samkeppniseftirlitið nær til dæmis ekki að rannsaka lykilgeir efnahagsins, að samgönguáætlun legasaga, að Landhelgisgæslan þurfi að leggja þriðjungi flotans síns og að lögreglan á Suðurlandi getur ekki passað upp á fólkið sem heimsækir náttúruperlur okkar þar með viðunandi hætti. Þá hefur landlæknisembættinu reynst ógjörningur að skrá rétt hversu margar amfetamínpillur fara í umferð, Hagstofunni ekki tekist að sjálfvirknivæða útreikning ýmissa hagstærða og þar fram eftir götunum. Oft hefur sömuleiðis verið rætt það hvernig umhverfissjónarmið látin víkja fyrir öðrum sjónarmiðum, jafnvel þegar umtalsverður umhverfisskaði liggur við. Þegar þetta frumvarp skoðað í þessu ljósi, þá sést að það stendur til að fórna umhverfinu á altari loftslagsstefnu. Meðan flest viðmiðunarlöndin okkar að hækka gjöld vegna losunar á gróðurhúsaáhrifum og gróðurhúsalofttegundum og setja hærri álögur á óumhverfisvæna bíla, þá þessu frumvarpi lækkuð gjöld sem skapa efnahagslegan hvata til að menga meira og aka óvistvænni bílum. Endurgjaldslausar heimildir til losunar koltvísýrings frá verksmiðjum stuðlar ekki á nokkurn hátt að því markmiði að Parísarsamkomulagið sé virt, eins og kom fram í máli hv. þingmanna Katrínar Jakobsdóttur og Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur fyrr í dag. Ofan á þetta allt kemur svo þjóðhagsspá, hvers spágildi óþekkt eða að öðru leyti en að það standist nánast aldrei. Forseti, tilgangur minn með að þylja upp þessi mörgu dæmi bresti stjórnkerfisins ekki að vega að heiðri þeirra stofnana sem eiga í hlut. Tilgangur minn heldur ekki að hlífa þeim stofnunum sem ekki til taldar. Tilgangurinn að reyna að vekja okkur til umhugsunar að það margt að og fjármálastefna ríkisins undirstaðan að öllu sem að. Við á þessu þingi þurfum að líta á þetta frumvarp bæði sem vel unnið þingmál sem það en einnig sem táknmynd stjórnkerfis sem getur ekki sinnt hlutverki sínu. Þessi stofnanalega spilling engum sérstökum að kenna, en við þurfum að taka höndum saman að tækla hana. Við þurfum að setja okkur skýrari verkferla, betri reglur, fækka undanþágum og fjölga varnöglum. Við þurfum að læra að gera meira með minna, auka framleiðni og skilvirkni, en aldrei missa sjónar af því hverjir eiga að njóta góðs af þeirri vinnu. Almennt má segja bæði þetta frumvarp og fjárlagafrumvarpið að þau lýsa viðhorfi sem í besta falli úrelt. Viðhorf sem leiðir til þess að við sóum tækifærum á atvinnumarkaði, gröfum undan trúverðugleika stjórnkerfisins og skiljum fátæka, aldraða, öryrkja og ýmsa aðra minnihlutahópa í samfélaginu eftir með litla von. Spurningin mín hvort markmið okkar hér sé að skapa gott samfélag fyrir peninga eða skapa gott samfélag fyrir fólk. Þessi markmið samrýmanleg. Það alveg hægt að ná þeim, báðum, samtímis. Og meira þess að við vitum það að sterkt hagkerfi undirstaða góðrar velferðar. En það ekki að sjá í þessum frumvörpum, bara því miður. Bandormurinn, þessi, þræðir sig í gegnum lagasafnið og skilur eftir sig slóð áminninga hvað megi betur fara. Breytum þessu, frú forseti, breytum þessu. Nú til andsvar hv. Anna þingmaður Reykjavíkur. Hv. þingmaður, þetta slapp til. Nú til andsvar hv. Anna þingmaður Reykjavíkur, Suður Svandís Svavarsdóttir.
Virðulegi forseti. Þetta er nú orðinn undarlegur plagsiður hér í þingsal að fara í andsvöru í jómfrúrræðum. Ég bara hlusta svo oft með athygli á Smára McCarthy, hv. þingmann, að mér fannst eiginlega þetta ekki geta hafa verið jómfrúrræða. Mig langar bara að spyrja hv. þingmann kannski einfaldra spurninga en þó grundvallarspurninga, því að hans ræða fjallaði grundvallaratriði. Og vegna þess að hann varpaði fram í raun og veru gömlu stefi og nýju, sem það fyrir hvern er þetta kerfi. Erum við að búa til gott samfélag fyrir fjármagnið eða gott samfélag fyrir fólkið? Þetta getur farið saman, segir hv. þingmaður, og á að gera það, en við missum stundum sjónar á því og erum of upptekin á dálkunum og gleymum því að það er fólk með tilfinningar og væntingar og vonir og þrár og daga og nætur þarna úti sem hefur falið okkur þetta dýrmæta verkefni að huga að þeirra velferð og möguleikum til framtíðar. Hv. þingmaður nefndi að í þessu frumvarpi og í báðum frumvörpunum að þá værum við kannski að skilja fólk eftir. Við værum að skilja hópa eftir og nefndi hv. þingmaður þar bæði aldrað öryrkja og fátækt fólk. En eins og kunnugt er að þá er Ísland því miður ekki til sóma að því er varðar stöðu fátæktar í samfélaginu. Það eru 6.000 fátæk börn á Íslandi sem er í raun og veru kannski það eina sem við ættum að vera að tala um hér, að útrýma því. Það ætti að vera okkar fyrsta verk vegna þess að það er til skammar okkur öllum. Mig langar þá, vegna þess að hv. þingmaður var hér með jómfrúrræðuna sína og óskum til hamingju með hana, að spyrja hann þeirrar einföldu spurningar: hvernig eigum við helst núna undir þessari tímapressu að koma í veg fyrir það að við skiljum fólk eftir? Nú svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Já, takk fyrir þessa fínu spurningu. Ég á ekki til neitt eitt svar. Ég held að, og það var svolítið meginstefið í því sem ég sagði hér áðan, að það er mikill möguleiki fyrir hendi á því að gera meira með minna, eins og Richard Buckminster Fuller talaði á sínum tíma, að það sé hægt að læra að nýta fjármunina betur, byggja betra regluverk, skapa skilvirkni innan stofnana sem þekkist ekki í nógu miklu mæli í dag. Og já, það er í rauninni voðalítið annað fyrr en við komum síðan að spurningunni tekjuöflun, og mig grunar að það sé það sem hv. þingmaður vísar til, að þar kannski þurfum við að breyta aðeins hvernig við hugsum hlutina. Við erum með eitt hæsta skattastig í heimi þegar kemur að tekjum einstaklinga. Við erum sömuleiðis með eitt lægsta skattastig í OECD-löndunum þegar kemur að fyrirtækjum. Nú vitum við það að hátt skattastig á fyrirtæki er heldur ekkert jákvætt. Við verðum að finna eitthvað jafnvægi í hagkerfinu og það ræðst ekki af einhverju skattpíningu. En við þurfum að leysa öll þessi vandamál. Hvernig við gerum það, það er eitthvað sem við tökum fyrir á næstu dögum, vikum, mánuðum og árum, og ég í rauninni þakka bara fyrir að fá að taka þátt í því með ykkur. Það veitir andsvar öðru sinni hv. 2. þingmaður Reykjavíkur suður, Svandís Svavarsdóttir. Forseti, ég þakka hv. þingmanni svörin og ánægjulegt að eiga við hann orðaskipti þessi grundvallaratriði hér. Það sem ég held að það séu kannski óvenjulega miklar væntingar til þessa þings sem er núna nýkjörið, einmitt vegna þess hversu óvenjulegt það er, vegna þess hversu samsetningin er óvenjuleg og vegna þess að við erum hér í þeirri stöðu sem við höfum ekki verið áratugum saman, að vera í raun og veru með það verkefni að þingið þurfi að ljúka málum án þess að það liggi nákvæmlega fyrir hvernig meirihluti og minnihluti hafa skipast, að þá finn ég að minnsta kosti til mikillar ábyrgðar gagnvart samfélaginu hvað það varðar að vera með skýra sýn. Við sem erum í stjórnmálunum, við hneigjumst til þess oftar en ekki að nefna hugtök eins og heildstæða nálgun, skýrara regluverk, aukin skilvirkni, meiri framleiðni og svo framvegis, og þá óttast ég að við séum hætt að hugsa um samfélag fyrir fólk.
Og þá séum við einmitt farin að hugsa samfélag fyrir hagstærðirnar sem að auðvitað fela í sér fólk. En það samt sem áður þannig, eins og fram kom svo eftirminnilega, og við megum aldrei gleyma því í aðdraganda hrunsins, að þá voru margar efnahagslegar kennitölur góðar. Við sáum vöxt sem var til marks uppbyggingu, hagvöxt, á meðan að undirmallaði í raun og veru illkynja breyting á samfélagi sem hefði getað orðið heilbrigt en lenti í því að hrynja. Þannig að ég er ekki að biðja hv. þingmann svar við þessum vangaveltum mínum, heldur kannski miklu frekar að taka þátt í þeim með mér, það að við sem hér erum á þessu nýskipaða og nýkjörna þingi, að við sammælumst það að gleyma því aldrei að við erum að þessu fyrir samfélagið og fyrir fólkið. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Já, ég þakka aftur fyrir þetta. Þetta eru góðar vangaveltur. Þetta er óvenjuleg staða sem við erum í. Við erum að koma inn í einhvers konar reiðuleysi. Það vantar ákveðna stoð sem að fyrri þing hafa bara gengið út frá. En ég sé því tækifæri. Í allri óreiðu eru tækifæri og tækifærin leynast oft á mörkum óreiðunnar. Tækifæri til þess að reyna að ná sjónarmiðum saman sem að yfirleitt ganga ekkert endilega saman, sem að fólk reynir jafnvel að halda í sundur, vísvitandi eða óvitandi, og muna það að á bak við hvert Excel-skjal er fólk. Það er fólk á bak við allar hagstæðir, og við horfum á svolítið tölur eins og Gini-stuðulinn sem að sýnir Ísland í rosalega góðu ástandi í svona samhengi annarra landa heimsins. En það er ýmislegt sem bendir til þess að sú mæling gæti kannski verið röng, að það vanti eitthvað inn í þá hagstærð, að það vanti einhvern veginn að endurskoða aðferðafræðina. Það sem ég í rauninni legg til er að við förum mjög markvisst í það að skoða hvernig allar stofnanir samfélagsins virka, reyna að finna leiðir til þess að gera þær betri þannig að þær þjóni fólkinu betur.